Ungir umhverfissinnar tíu ára í ár, en frá upphafi hefur félagið snúist að gefa ungu fólki rödd og verið vettvangur fyrir það til þess að hafa jákvæð áhrif á samfélagið hvað varðar umhverfismál. Nýlega hefur félagið látið mikið í sér heyra og verið með mikla fræðslustarfsemi. Við sóttum styrk hjá Erasmus+ í gegnum Rannís. Við áttum í góðum samskiptum við Rannís. Þetta verkefni snýst sem sagt að halda svona samráðs- og stefnumótunar ráðstefnur út allt land. Lögðum áherslu á það að geta farið út á land og hitt unga umhverfissinna. Við skiptum málefnunum niður í 4 ráðstefnur. Það að segja loftslagsmál, náttúruvernd, hringrásarsamfélag og kynningar og fræðslumál. Eina stærstu fjármögnunaraðferðum okkar undanfarið hafa verið þessir Erasmus+ styrkir og aðrir styrkir frá Evrópusambandinu vegna þess að þeir eru aðgengilegir fyrir svona ungmennasamtök eins og okkar og þeir eru nægilega stórir og veglegir til þess að við getum haldið þá viðburði sem við viljum halda. Það sem að styrkirnir gera okkur kleift að gera frá Evrópusambandinu, frá þessum verkefni sem við erum að tala Erasmus+ og European Solidarity Corps, að þeir gera okkur kleift að framkvæma þessi verkefni sem við erum með hugmyndir að. Það náttúrulega endalaust af góðum hugmyndum sem að ungt fólk sem brennur fyrir umhverfismálum hefur, en það sem að þarf til þess að þau verða veruleika fjármagn. Og það sem að þessi verkefni sem við erum að tala gera fyrir okkur að leysa þann hnút sem í þessu máli. Eitt af áherslumálum Erasmus+ síðastliðin ár eins og gefur að skilja umhverfismál og auðvitað ungt fólk sem hentar okkur rosalega vel. Það sem þessar áætlanir gera fyrir okkur að þau gefa okkur gott aðgengi að háum upphæðum og henta því vel í þau verkefni okkar sem snúa að því að vera með einhverja viðburði eða stærri ráðstefnur eða þess háttar. Ég held að sé alveg klárt mál að ungir umhverfissinnar munu halda áfram að sækja í þessa sjóði af því að þeir styðja undir það starf sem við þurfum að sinna. Og það sem styrkirnir geta orðið stórir og geta orðið mikil verkefni með miklum ferðum og yfir langan tíma, að þá munu styrkirnir klárlega henta félaginu í framtíðinni.